Góðan daginn, þá ætla ég að pröfa að setja hérna upp leiðbeiningar á ókeypis upptökuforrit sem heitir Screencast-O-Matic. Það er hér, Screencast-O-Matic, og það er bara screencast-o-matic.com. Það er lénið, netdótið. Og ég ætla bara að velja hérna Start Recording for Free. Það er líka hægt að logga sig inn, ef það ætla að taka mörg, þá er það kannski sniðura, en ég ætla ekkert að gera það núna. Núna ætla ég bara að fara hérna og pröfa að taka eina hérna ókeypis. Og það er bara hér, ég byrja hérna. Hún segir mér hér, ég get valið þetta fyrir hérna nám, vinnu og allt það bara og verðið fer eftir því ef ég vil kaupa. Og ég get notað þetta á Chrome, Mac og Windows. Og ég þarf að byrja á því, þegar ég fer inn í þetta, þarf ég að byrja á því að fara hér inn og gera Launch Free Recorder til að ná í hann. Og þá hliður hún honum upp. Og þá kemur download. Og hérna, ég klikka hér á, það er alveg greinilegt sjáðu, maður sleppur ekkert með það. Ok, það er bara fínt. Hérna förum þá bara beint þar inn. Hún hleður því upp, setur það upp á sinn stað, bla bla bla. Og nú er hún tilbúin. Nú ætti ég að geta byrjað að taka upp. Allt sem er inn í þessum hérna ramma, það er það sem ég er að taka upp. Hér er hljóðið. Það þarf að flassa grænt meðan ég er að tala, svo það sé í lagi. Ég ætla að nota hérna, taka upp skjáinn. Eða ætla ég að taka upp hérna vél og ekki skjáinn, eða bæði. Flestu tilfellum ef maður er að taka upp námsefni þá er maður bara að taka upp skjáinn og tala. Og ég get valið hér hér get ég valið hérna hvernig hljóð ég vil nota. Og við getum skipt hérna yfir í hljóðnumann eins og ég vil gera. Hér vil ég select microphone. Að ég er að nota þannig hér, þannig ég svissa yfir í hann. Og max time er 15 mínútur. En ef ég vil hafa það lengra þá þarf ég að fara. Hún er líka bara 720. Það er stærsta sem hún er í hér. Full screen að vísu, þá fer hún upp í 1080. En ég ætla bara að taka núna hérna 720, bara hérna að pröfa það. Og þá er það bara... Þetta eru preferences og ég ætla bara að taka þetta hérna upp, bara eins og það er hérna núna. Ok. Ég ætla bara að taka hérna upp skjáinn og þá kemur sjáðu hér uppi lítil mynd sem stendur á rec. Ég smetla á hana og nú er gaman að sjá hvort þetta komi upp af því að ég er með aðra upptökugræi í gangi á sama tíma, þannig þá eru þar tvær, ég veit ekki hvort það virkar, en sko bara prófa, þá íti ég á rec. Þá telur hún niður 1, 2, 3 og þá get ég hóstað eða eitthvað sem ég ætla að gera. En nú er hún byrjuð að taka upp. Hún tekur upp núna það sem ég er með hér inn í þessum hérna glugga. Sem er nákvæmlega það sem ég vildi. Hún telur hérna niður í sjáðu þá telur hún hvað ég komið langt. Ég er búin að taka upp hérna 12 sekúndur. Og það er engin hátalari hjá mér en það er hljóðið. Og svo get ég gert hérna pásu ef ég er komin með það sem ég vil fá eða hvað. Þá set ég bara hérna pásu. Ég get hendinni ef hún er bara, ef þetta er eitthvað sem ég er ekki ánægð með, eða ég get sagt að hún sé komin, sem hún er núna, ég ætla ekki að taka upp lengra. Og þá spyr hún, viltu edit, hérna, eða við ætlum að fara beint í að seifa. Sko, pröfa bara hvað gerist ef ég geri hérna edit video, ef það var eitthvað sem ég vildi klippa burtu eða eitthvað. Ég veit ekki hvort hún leyfir mér það. Og þá segir hún, unlock easy video editing. Og þá segi ég vil það ekki að því að hún vil að ég borgi fyrir það. Þannig ég segi bara hreinlega nei takk, ég hef engan áhuga fyrir því. Þá er hér upptaka mín og ég get hort á hana með að smella hérna. Settu bara pása á það er óþarf að vera að spila það upp aftur. Núna býður hún mér að vista. Ég get vista þetta sem vídeo. Ég get vistað þetta beint inn á Screencast-O-Matic, en þá hefði ég þurft að gera sign up til að byrja með, til að opna náttúrulega þeirra. En það er ekkert mál. Og síðan ef þið eru með YouTube-brás, þá getið þið hlaðið beint inn á YouTube-brásina. Og
ég ætla bara hreinlega að vista hana sem vídeófæl. Og þá segir hún hérna, þetta er MP4, hvað vil ég þetta heiti? Ég get breytt hérna nafnið og ég ætla bara að segja, láta þetta heita bara hérna pröfa 1 eða eitthvað. Hvar vil ég setja þetta? Í hvað ætla ég að láta í hvað möppu? Hún ætlar að setja þetta hérna inn í Documents og ég vil kannski bara hafa þetta ekki inn á Documents heldur fara inn í Videos, af því þar ég með vídeón, hérna get ég sett eitthvað og segi bara OK á það. Þá ég komið með hvert hún vil fara með þetta. Click to choose. Vil ég hafa highlight hérna á kursornum, músinni, fyrirgefðu, kursornum, þetta var alveg frábært. Vil ég gera það highlight eða ekki? Já, ég vil það. Ég vil hafa það. Ég vil bara hafa þetta hérna. Ég vil ekki láta breyta því neitt. Það kemur hins vegar vatnsmerki hérna frá Screencast-O-Matic og ég get ekkert gert neitt til þess að hérna laga það. Og ég get líka verið hérna með einhver hérna captions ef hægt nei hérna ef ég vil það ekki neitt, ég ætla bara að fara hérna yfir, ég ætla bara að hafa þetta mjög einfalt og þá geri ég hér Publish. Núna hún að vista þetta og af því þetta ekki stórt, þetta heitir að rendera og nú hún búin að því. Þannig þetta komið núna í möppuna mína, ég geri bara done á það og þá núna ætti hún að fara, nú segir hún bara hérna hvað næst og hérna, þetta nú ekki rosalega dýrt sko, þetta 1,65 á mánuði, það ekkert rosalega mikið og ef maður fyrir Premiere þá það 4, en hins vegar ef maður með rosalega mikið þá það náttúrulega fer þetta að safna saman. En hér hefur maður getur maður notað editorinn og betra hljóð og maður getur teiknað og zoomað inn. Þannig þið sjáið, og maður getur notað green screen filterinn sem ekki hægt að nota í ókeypis útgáfunni. Svo náttúrulega hægt að taka ennþá meira ef maður tekur Premiere. En við erum bara að horfa á ókeypis útgáfuna. Og nú ætla ég að fara, ná ég þetta blessaða hérna vídeo sem ég setti hérna niðri, ég setti ekki í downloads, ég setti það inn í videos. Og það heitir pröfa, þá það hér. Stærðin á því ef ég ætla að kíkja á það, að þá stærðin, þetta ekkert rosalega stórt hjá mér, af því að þetta ekki nema hvað mínúta ef þetta nær því, en þetta rosa fljótt að fara upp í stærðir. Þannig að ef þið þurfið að senda þetta milli hérna í pósti, þá gengur það ekki. Þið get ekki sendt svona vídeo mikið milli pósti. Ég veit ekki stærðar hámarkið á innu, þannig ég veit ekki hvað hún leyfir ykkur að setja stórar svona hérna skrár. Þannig þið þurfið að tekka því við tölvumanninn í viðkomandi skóla. Það líka hægt að setja þetta bara hreinlega beint inn á YouTube og það það sem ég geri. Ég set allt inn á YouTube og svo ég bara með hérna tengla sem ég set inn á innu eða þegar ég var með Moodle þá setti ég það inn á Moodle. Já, ég ætla að vera með sérvídeó þar sem að ég sýni hvernig maður getur verið að vinna með YouTube og ætla ekki að fara í það neitt hér. En þetta sem sagt einfaldasta leiðin til að gera ókeypis vídeó að nota eitthvað svona forrit. Þannig að nú segi ég bara takk fyrir, ég ætla ekki eins og að klippa þetta neitt, ég ætla bara að hafa þetta svona. Ég verður bara að horfa, bara taka viljan fyrir verkið.